Búm, velkomin á hjamma.net Fullur bátur Fullur í treyja. Já, rosaleg treyja maður Það fyrst allir öðru sæti í deildinni. Já, það var þessi treyju. Sko, Róma í, hvað, já, þeir eru hann við toppinn Þeir eru ekki samfærandi, sko Nei, það spurning dagsins. Hvað eru margir leikir búin á Ítalíu? 11? Já. Veistu hvað Róma mörg? Ég kom með þetta með þetta í þungavættunum daginn. Ég var að mynda að hlusta á það, sko Þetta er Ekki fara í síman og googla, þetta er spurning dagsins. Það er spurning, ok, ég hef ekki sett það 13 eða eitthvað líka, er það ekki? Hjá mig. Nei, hérna. Ég með þetta frá mig. Já, ég googli báður. Þetta er 12 mörg í 11 leikjum. Ég var að búin að fá þessi 5. Já. Í 11 leikjum. Þetta er svolítið eins og ítalski boltinn var þegar ég var krakki. Já, hann er að breytast í þetta aftur. Já. Og með Gasperini sem þjálfara sem að sko er sóknarþjálfari. En það sýnir hvað hann er góð þjálfari. Hann er ekki menna sóknarmenn, þá þarf að fara í vörn. Hann er með náttúrulega Evan Ferguson frá Brighton. Já, hann er búin að vera frábær síðustu 3 árin. Já, hann næri ekki þessu. Nei, hann meittist eitthvað illa. Já. En gaman að vera konum með okkur aftur. Já, geggja, þú varst náttúrulega svakalegu leik síðast. Síðastur á góðan leik. 2-2. United. 2-2. Þú varst með away fans. Já. Það var einhvern sem sáði þetta í leddaranum. Er það ekki? Jú. Það er svoleiðis. Já. Sagði bara, stóðst, var allt trillt þarna í jöfnu. Já, einhverju konur snúið sér í hálslið. Bara við sjá mækarni í leddaranum. En stundist með Tottenham þeir kaffarir ykkur alveg þarna í sögnum. Í 2 mínútur eða. Hörðu, strákar, eitt sem við ætlum að byrja núna. Ég var að spáði hvort við ætlum ekki að henda í léttan bounty-builder. Bettbildir. Jú, það er bara Þurfu ekki að fá bounty til að vera kostendur. Já, þú ert búin að tala það bara í öllum þáttunum sem þú ert það eru kannski ekki alltaf sem þú ert en þegar þú ert þá ert alltaf að tala þetta bounty. Sko, þetta er geggjaður dagur í dag. Já. En við köllum hann oft Broke Saturday. Já. Þetta er svo erfitt á lögatum. Þetta er bara ræðilegt. Eins og þetta er svo gaman og er svo mikið, þá er það svo erfitt. Já, þangað til að síðan klukkan slæðir svona 9 kvöld og allt er búið að þá er maður í þunglindi. Já, maður er svona alveg að hullu og svo bara verður svona morkin 9 liti. Þess vegna ætla ég að snúa vörn í sókn og verð bara på flugvelli. Já, þú er að helli þig. Þú ert að fara, Hjemmi matabóði. Myndir þú ekki bara taka þá, ert ekki að fara Aston Villa? Jú. Nei, hérna á Leeds Aston Villa? Jú. Þú tekur hann? Ég tek hann, við skulum bara byrja á hann. Já, tökum eitt bildir og svona byrjum þáttar. Ég er að fara þarna á Elland Road, ég er mjög spenntur fyrir því, fyrst skitt sem ég fer þangað. Við gerum þennan saman. Einn á mann. Já, einn leikur á mann. Einn leikur á mann. Nei, ekki bildir fyrir ekki, bara seðil. Já, sem er einn leikur á mann og við setjum saman í seðil. Já, ok. Ég ætla að taka þennan leik. Já, hvað þarf að gera? Villa, förum aðeins neðar bara, maður sjá þetta. Neðar. Já, þannig stoppaði. Ég sé fyrir mér að Villa sé svolítið að fara að skora í þessum leik. Já. Yfir 1,5 mark finnst mér mjög vel bóðið. 2,62? Já, að Villa drullin 2 mörkum. Já, ég held að það sé bara alveg nánast klárt. Ég er þarna. Já, ok, vel gert. Mækari? Ég er með leikhelgarinnar, Newcastle Manchester City. Já. Þú verður með Sörens í kvöld. Ég verður með Sörens að horfa á leikinn. Þú voru að passa vel, halda vel. Ég bara var að halda í höndun á honum og gefa honum að borða og allt þetta. Þetta er náttúrulega þegar City eru búið að vinna leik, þá var hann mögulega komin í fallseti greiði kúturinn. Já. Fyrri hálfleikur, setja á fyrri hálfleik. Fyrri hálfleik, já. Þú ert komin í fyrir hálfleikin. Já, þú bara kendið mér þetta. Já, ég kunni þetta ekki einu snáður en ég kynnt að hann í byrjaði með þér þetta þætti. Nú erum við spenntur. Nýða þér skóin í nokkrar vikur. Ég sé nefnilega Newcastle komast yfir í þessu leik til að snemma. Finnst það eiginlega örugt og ég sé 44. mínúta 1-1 á jafna City. Sennilega fótinn. Ég dreymdi þetta. Þannig að yfir 1,5 mark í fyrri hálfleik. Það er 2,5. Það er 2,5. Wow. Sko, ok, þetta er bara, já, þetta er gott. Hvað eru konir það hérna? 6,55. Ég ætla að fara í Tottenham. Ég ætla að fara í Arsenal Tottenham. Já, það er Arsenal Tottenham og ég er búin að vera með það fast í hausnum að Tottenham skori mark í seinni hálfleik. Þeir skora yfir 0,5 mörk í hvað fá það. Sérðu, er það grínast? Wow. Bara Tottenham skori í seinni hálfleik 2,84. Já, þú ert hæsta stölunum, við erum allir svipaðir. Já, við erum allir svipaðir. Þetta er 18,6. Þetta er 80,6. Það er geðvögt, er það ekki? Já, en það var... Er þetta ekki let's go? Jú. Þetta er geggjað. 80,6. Frábær byrjun. Síminn er ekki virkur í augnablikinu. Við erum að leysa úr þessu. Þetta er smá tækni í vesinina.
Þetta internet og eitthvað og högt og alls konar, þannig að við eigum það inni. Við eigum það inni og svo geggja að fá samt símtölun hérna á laugardegi 11 morgun, menn að koma af tjamminu og þú varst nú til 4-5 nótt. Ég fylgist þetta með ykkur fyrir alltaf Messenger á mótana og kíki hvernig það voru aktív. Ég fæ ekki alltaf spekk sem morgunin bara, það var bara búin að vera aktív 2 ára svo góð þegar ég kíki. Það var ég bara vakkina, hann var að sopna sko. Hann var að sopna. Ég var nú bara hérna, ég var nú kíkti nú bara aðeins og var komin heim bara 3 eða eitthvað. Já, bara 3. Þú varst í Keflavík? Ég var í Keflavík. Já, körfunni. Já, var í körfunni og eitthvað húlum hæ eftir það. Já, sko, strákar, fyrsti leikur dagsins Burnley Chelsea. Sko, málega það, byrjum við náttúrulega ekki komin inn. Nei, við fara dett inn. Það var bara 10 mínútur. Ef við örst upp svona rúlum í bara leikin, bara, hvernig þið sjáu þetta? Magari, hvernig þessi leikur að fara? Þetta drullu erfiður leikur. Allir sem ég talaði við þennan leik segja bara Chelsea sé að fara að vinna þennan leik auðvitað. Ég ekki alveg sammála því. En mér finnst þetta einhvern veginn vera bara upp eða niður á Chelsea, hann hvort þetta bara eitthvað 0-4 eða bara basl. Ég gerir mig grein fyrir það, en jú, ætla Chelsea vinnur þetta ekki. Já, ég held að þetta var ekki auðvelt, ég minna, þú veist, Chelsea bekknir alltaf auðvitað mjög þægilegan leik fyrir landsleikjalíði. Móti Wolves, einhvern veginn, þú veist, Wolves í hérna miðjum þjálfara skiptum. Já, 0-0 í hálfleik samt. Wolves var í ljósaskiptunum eins og eitt sagði. Það voru í ljósaskiptunum. Já, og hérna þeir enda að taka þann leik 3-0 einhvern veginn, en hérna, já, þú veist, ég held að Chelsea fara að vinna þennan leik, þeir harka út einsmark sigur, ekki 1-0 endilega, en þú veist, þeir Já, þetta verður ekki, og vilt meina að þetta verður ekki flugveldasýning? Alls ekki, þetta verður ekki skemmtilegasti leikur umferðarnar. Nei. En Chelsea muni haltra í gegnum þetta. Þetta bara gríðarlega mikilvæg leikur í Chelsea, ég meina þeir ætla að vera í einhverju toppáratu og berjast allan á topp 4 og jafnvel eitthvað meira en það, þá verður það að vinna svona leiki. Og þeir vinna þennan leik, hvað þá konið tímabundi í annarsæti? Það bara svolítið málið. Já, það ekki annarsæti? Jó, þá verður konið í 23 stig, 3 stigum eftir Arsenal. Já, ég að segja það, Arsenal þeir eiga Arsenal næstu helgi sko. Cole Palmer lausir. Já, og Arsenal náttúrulega Spurs á morgun og allar séns að þeir vinni það. Þeir hafa allar séns að Arsenal vinni það. Spurs. Ég ekkit ég fyrir mig það eftir. En ég meni að Chelsea vinna hennan og ég tala nú ekki að City vinnu líka og ég talaði nú það að í þættinu hjá mér í gær að Arteta myndi ekkert sofa í nótt ef að City vinnur á eftir. Ef Chelsea vinnu líka þá er hann bara hell í sig. Hann bara hell í sig til að ná að sopna. Það kemur alvöru press og Arsenal núna með menn í meiðslu og annað ef að Chelsea verður að vinna. Chelsea verður bara að vinna hennan leik. Ég bara kröfu að Chelsea vinna hennan leik en ég skítrættur við hann fyrir þeirra hönd. Já, þetta er ekki walk in the park. Það finnst mér ekki fyrirfram. En það er samt eitt í þessu. Sko, Burnley er búin að fá 22 mörg á sig í 11 leikjum í úrvalsdeildinni. Þetta lesi fekk hvað, 16 mörg á sig allt tíðan vilja fyrra. Það er bara hálfsum mikið leikjum. Ég held hann að vera þetta móti Liverpool. En svo er þetta svona aðeins. Þetta er eitthvað á losnum. Þetta er aðeins erfiðar deiltrúlega heldur en aðeins. Tapar náttúrulega síðasta móti Vestam sem voru reyndar ekkert slakari. Tapar 3-2 móti Vestam voru alveg fínir. Burnley voru ekkert liðlir, alls ekki. En þetta er bara núna í hátteginu og ég menn þetta er bara að byrja og Chelsea þarf bara delivera eins og maður segir og ég bara vonandi vinna þarna leik því ég vil hafa sem flest lið í toppbaráttunni. Strákar, ég var frá skilabóð. Nú? Epic menn voru að fylgjast með ykkur place að seðilinn og ákvað að henda smá búst á hann fyrir 100 manns. Vá. Býtu, fyrstu 100? Fyrstu 100. Sem taka það sem við vorum að gera á hann? Ok. Það er geðvegt. Ef menn farin að Epic, þá var ég afþreng. Já. Skróla hérna niður. Afþreng. Það kemur hjami.net. Já. Aston Villa yfir 1,5, Tottenham skorur í setni, yfir 1,5 mark í fyrir áleikin Newcastle City og að bústa hann upp í 25 úr 18. Vá. Fyrir 100 fyrstu. Það er bara go wild. Það er svakalegt. Heyrðu, það eru 100 fyrstu. Já, ég ætla bara sjálfur ekki að láta þetta fram með mig bara. Bara best að maður er í vinnunni. Já. Man getur ekki verið, þetta er geðvegt. Ok. 25, 10 eurur, 250 eurur. Já. Ég líka ég var með eitt svona segil á ammælistæðum með 5 dögum og það var bústæður upp í 50 og það voru 50 sem komið stað 51 og það gerist bara á nokkrum mínútum þannig að drífið ykkur núna svo ef þið ætla að ná þessu það fylltast á nokkrum mínútum og ég var ekki langt frá því. Þetta er undir afþreng þetta er þetta rosa þetta er bara eins og einhverja tölur í kostingasjónvarpi. Já þetta er bara eins og jöða viktinni
Það er bara rís Bara upp, það er ekki bara niður Hvað erum við ekki hérna? Ert þú einn af þeim sem ert alltaf í þessari rækt Nei. og það gerist nákvæmlega ekki neitt Ég sko, vandamáli að ég að lifta svo mikið Þannig að ég þá þyngist ég maður að þyngjast Já. Þannig að ég að styrkjast Já, og prósentan fer hægt og rólega niður Já, Hægt en rólega hægt en róla og þetta er líka svona maður bara, þú veist, maður þarf að styrkja sér sko þetta er rosalegt, þetta bara ríkur upp þetta er bara 101 sem komast að og þetta verður sannlega búið bara eftir smá stund Það eru búið 100% smá stund 25 stuðl Já, þetta er líka mjög líklegt að fara þetta Þetta er mjög líklegir en á mér hérna á 15 það var þetta í jafntefli í handboltaleik það var einu sem klikkaði það var svona ekkert rosalega langt frá því Nei. En Og það var gott samt, það var gott pikk hér Já, og maður svona háan stuðul þá verður maður að vera með Og Káa líka- Þór, ég bjóst á gríns við í jafntefli sko Já, Þú varst líka sanngjarn á hákæðingana með að maður sjálfur var Ég er nú betur að fara bara að hauka -10 sko Já, Hán Gríms. Það eru ekki ennþá búin að reyka hann að þjálfara þarna í handboltanum Hann er undir mjög heitu sæti Það hlýtur að vera, búin að tapa sístu þrem ekki að þetta sé handboltan þáttur, við erum búin að tapa sístu þrem leikjum með svona 40 Já, mörgum já, saman líka nú eru menn að koma HK Já. Mennur er bara velta sér með svo hjörfa sem er engan á handbolta Já, það ekki. Það var bara hvað er í gangi í HK Nei, ég minna þú líka bara búið að Þau með 14 fyrir val, nei fram 14 fyrir haugum Það enda bara 33-19 og jafnt í hálfleik sko. Já, líka Það bara er engin lausn að vera að reka alltaf Líka hvernig þetta byrjaði Ef þetta væri fótbolti og væri ég er ekki að segja að ég er rekað þjálfur þetta væri fótbolti, það væri búið að reka Það bara er engin menn til að taka við í handbolta Nei. nema það er einn á lausu Og það er Arnar Gummi Gummi Kóngur. Þetta er ekta verkefni Ég ætla að tala um Sjeffan Seffin er búin að taka við kvennaleginu og stjörnuna Já, hann er í ykkur kósi gigi þetta í stjórnum Hann er búin að eigna stjörnuna kúla á mánuði Já, Strákar, við ætlum að kannski að rýna aðeins dýpra þegar við fáum byrjunliðin hjá Chelsea Já, Leopold næst meira handboltan í HK síðar Við þurfum að fara að taka nefnilega handbolta þátt aftur Það er hann helviti heitur Þetta voru Já, geggjað við tökum næsta 5. En byrju örstutt Strákar, við erum að byrja Bournemouth West Ham Við erum að byrja þann Já, við ætlum að fara að til byrja fútmob Já, við erum fútmob-kallar Já, við erum Ég er fútmob-kallar. sammála því Bournemouth Einn. West Ham Ég er 100% á því Að hvað? Einn Já, Það er bara svo leiðis Já, mér dreymdi þetta líka Dreyma mikið í vikunni Já, Svo mikið Og svo fekk ég mér aðeins á 5. Ég var dammali hérna og Þá dreymdi þér ekki neitt. Já, dreymir man alltaf miklu meira bull þegar maður er búin aðeins búin að fá sér Þekki það Heldur betur Það sem maður sefur eitthvað. Varst að koma heim 3-4 nótt Nei, ég fór svo 2 Já En mér er alveg saman til hvernig ég fór að sofa Mér dreymdi samt að Bournemouth myndi vinna leik Ég held að Ég bara er alveg Vestan búið inn á 2 í röð Nú halda þeir að þeir séu orðnir kallarnir Pakeita í banni líka Það verður ekki með Vestam Nei Ég byggit á því að Bournemouth tapaði mjög stórt síðasta leik og fengur svona þennan skell sem að kannski þeir bara höfðu gott af Hún fór 7 mörg á síðust 2 leikum Já, töpuðu eitthvað 4-0 síðast eða 5-0 4-0 múti Villa og sem 3-1 múti City á meðan auðvitað Vestam er búið að vinna 2 í röð. Ákveð svona bjart síðan á Bournemouth Ég bara er alveg bóttir Mér finnst ekki góðu stuðul 1.72 Nei, þeir eru heimaðalli Ég vilja hafa hann í 2 allavega En X2, hvað getum við fengið fyrir það? Hvað getum við fengið á X2? Hvað segir stráksar? Mér finnst það alveg svona ekta Það er ekta Vestam Vestan kennst yfir 1-0 Það hangáði heil lengi svo jafna Bournemouth Ég held að bara Semenyo, er hann ekki meiddur? Semenyo ekki meiddur? Það held ég ekki Jú, Nein það er allir að selja hann í fantasy Heyrðu Hann er allan mjög tæpur Hann doubtful Hann er bara að tala um hann sem verði ekki með sko En ég held að skipta bara ekki Það er stórt vopn Hann er bara ekkert búin að gera það Síðan að ég keipta hann í fantasy Hann er ekki búin að gera neitt Já, eins og margir aðrir En svo er eins og Evanilsson Það er ekkert komið út úr honum Nei, en þeir byrja að tikka í dag Þetta er leikurinn til að byrja að tikka Já, ég Vestam á heimaðalli Mér finnst stöðlinn 2 á X2 bara mjög góð Þú er 3 X2, hvernig fer leikurinn, Mækari? Hann fer 2-0 fyrir Bournemouth 2-0 fyrir Bournemouth 2-2 2-2, já, ég held að ég sé hallast að 1-1 Þetta er ekta svoleiðisleikur Ég held að við höfum séð þetta alltaf Hann er svona betur fyrr, þá höfum við séð margt af þessu áður Já, handritinn maður Handritinn heim Brighton Brentford Þetta er alvöru leikur Þetta er alvöru 3-leikur Já Þetta er svona ekta 3-leikur Þetta er ekta 3-leikur Þessi hefði líka verið 1972 kl. 3 á lögum Absolutt En það er Brentford voru alltaf í neðri deildunum Já Brighton reynda líka Já, 72 var þetta í 3. deild kl. 3 Já
Bjarni fyrir mætti með hann 2 vikum seinna og sýndi úr honum þessi kynslu veit ekki hún veit ekki við þurftum að hafa fyrir þessu að sjá leik mætti bara 3-4 heim eftir djám og vinna daginn eftir með okkur hvað myndir þú gera og er búið á Sky kl. 11 er það bara djamun til 4 já, það býtur ekkert á mig ég var margsinni sínt það býtur ekkert respekt fyrir mig hvernig þú verðt sko stráka Brighton, Brentford rosalegu leikur both team to score leikur má ég segja eitt við ykkur það eru 2 leikir núna helgina sem eru undir þessu hérna hvað getur maður að kalla þetta filosofíu sem ég með þannig að 2 lið sem halda ekkert unni bæði hvort annað já 2 leikir já 2 leikir til þetta er annað þeirra en það sem ég fattaði núna daginn er að þegar það gerist að 2 lið sem halda ekkert unni bæði hvort annað sem er akkurat þessi leikur yfir 3,5 spjöld já, komin í það já, þetta eru spjöldin, þetta er ekki mörkin þetta eru spjöldin mér finnst þetta það rosalega kenning já, þetta er kenning, það sé ég reyna að finna það getur við séð aðeins, bara yfir 3,5 spjöld á þennan leik, bara rétt svona mér finnst það, ég er komin svolítið í spjöldin já, ég var að segja grassi veitir það líka ég var að segja við ykkur fyrir þátt að áður en ég byrjaði þessum þætti og fór svona að vera aðeins nú þekki ég hjá mig mörg ár sko en ég er svo sem meira í kringum mig núna og það er gaman að því stundum fær maður í lífinu það sem maður óskar sér en það er eitt samt í þessu mér gekk ekkit frábæli í þessu betum sérstaklega á lögutum og svona áður en ég byrjaði að vera meira með honum en ég hefði aldrei sett á svona spjöld núna eftir að ég byrjaði að vera meira saman og þú ert búin að heila þó mig með þessu að þá gengur mér ennþá vel þetta er aldrei hjá mér það er núna er sko það bæði spjöldin sem er að leika og til að fá eitthvað stöðul þarna þarf það að fara yfir 4,5 það er bara vegna þess að grassi er búin að fatta já þá fær ég frekar á hotn yfir 10,5 ég þóla ekki hotnin það er mikið skemmtilegra ég bara þóla ekki þú er gæði sem fegst mikið að spjöldum ég tók hotnin sko já það er rosalega vinstri löp átt í hotnum sko ég er hrifin af þessu dæmi ég er bara alltaf segur en strákar þessi leikur hann er ekki með góðan stöðul á þessu ennþá fastur á því að þú ég lít alltaf á þetta og alltaf lít á þannig að ég er að keppa við grassa ég er bara ángriðs ég hef alltaf hort á þetta þannig ég er bara að keppa við hann hann er alltaf að reyna að ná mér sko enda líka er hann brosandi allan 6 daga vikuna á 7 ógeðslega góður ís strákar, ok, hvernig hann er svo besti hvernig þróast þessi leikur ég sé fyrir mér Brighton gefst yfir 1-0 Danny Boy, setur hann minn maður Welbeckin, þú ert fáin í landslið ég er fáin í landslið það er mjög skrítið en ég hafi ekki verið þar núna í síðasta klukka það er nokt heim í landsliðinu strákar áhverju ekki United gammalt eitthvað rung nei, hann er bara búin að skora hvernig minnast að leik það eru tölvöld árum síðan að var í United það þarf að vera með, þú veist, þeir þurfa ekki rosalega mikið fleiri sendur að halda englendingarnir en þeir þurfa samt ef að Kane myndir nú meiðast bara illa í fyrsta leik þá verða það að vera með strækir og þeir eru bara líka mitt ég veit þeir eru með 1.000.000 gæja fyrir aftanstrækir og hann getur alveg sett einhvern veginn upp á breytt leikskipuleginu og svona en þú þarft allan að vera með 1 jafnvel 2 í 23 manna hóp sem svona geta bakkað Harry Kane upp ég bara, þú veist, ég var með Harry Kane og Harry Kane myndi meðast ég þurfti að setja Welbeck inn það er smá downgrade ég veit alveg downgrade alltaf svo meðist hann bara 100% hann er alltaf mitt hann spurði um Ivan Toney hann er bara svo mikið í skugganum við tökum nú frekar Welbeck núna þú sjá hérna vil ég sko ég er harrasti Epic Submaður landsins við erum alltaf með það frekar þannig að Danny Welbeck er tekin út af jafnvel meiðist einhver kemur inn á svo sem kemur inn á, skorar geggjað, þá finnst Berti 2.25 ég er þarna, tek þetta þú skora anytime en klárum svona hvernig leikurinn þróast Brighton bæti við öðru mynden jafnvel sé eitthvað svolítið fyrir mér komast í 2-0, þetta er bara svona sé kemur eitt sárabóta markaðni jafnvel að Jordan Henderson setja hann bara 2-1 Brighton ég sammála, ég var með þess að tölur í hausnum líka 2-1, ég er nokkuð sem að bæðileg skoru þetta verður hörkuleikur og ég ætla að vera með annað auga á þessu leik ég er hrifinn á þessu leik það verður skemmtilegur leikur ég er mögulega að setja hennan frekar þetta í Liverpool-leik ég ger oft svona þetta er játtöfli ég finn játtöfli slíktina sko. þetta geta alveg verið, ég held bara bæðileg skoru og þetta geta alveg verið 2-2 líka þetta er skemmtilegur leikur við erum ekki mútið þessu 1.96 á Brighton líka, það er náttúrulega fínt sko já, bara Brentford er ekkert búin að tapa en Brentford að heimavelli þeir vinna United auðveldlega, þeir vinna Liverpool auðveldlega og hvað var í síðasta leik? Brentford?
Voru ekki að vinna eitthvað þriðja stóra lið á heimaðalli líka? Newcastle. Já, Newcastle. Þeir eru búin að vinna þau 3 á heimaðalli. Auðveld, Þeir eru easy. ekkert að heimavelli. Þeir eru útvelli. Já, ég er búin að vinna þá 3 á heimaðalli. Já, ef þið verður á heimaðalli í dag, er þetta bara klárt eitt, sko. Geggjaður síðan hann að Tiago. Geggjaður. Já, komið 6 mörg. Strákar, þetta er... 8 fyrir. Það kom 8 mörg. Já. Komið 8 mörg. Í Brentford-liðinu. Já. Það er nú bara frábært. Svakalega. Strákar, byrjunarliðinu er komin hjá Burnley Chelsea og kikið að stutta það. Já, sjáum það. Þannig er ég nefnilega sko ég er svo hrifin af first to score. Þetta er lappinn. Ég er rosalega Þetta er predicted þarna. Þetta er byrjunarlið. Þetta er ekki byrjunarlið. Það er komið samt hérna, þetta er samt geristundum á netinu, ég lendi í þessu. Kemur aðeins setna eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Já, er þetta ekki bara á X-inu? Það er oftinn. Delap frammi. Hann er frammi. Já. Gittens. Hrifin af þessum Gittens eða? Er hann ekki inn á hann Hó Pedro? Sjá Pedro inni. Hann er inni. Er ég hrifin að Gittens? Gittens ekki geta neitt? Nei. Ég er að sjá þetta, ég er að setja glerun. Þeir sá Af hverju ekki bara kaupa með þetta ný gleru? Það er verið að vinna í þessu. Já, Jammi á nú að vera að sjá þessa hlið á þættinum. Pedro er í hólun, það er hólan. Ég hefði haldið að hann myndi byrja honum hérna. Já, Gittens Neto. Ég hefði haldið að hann myndi byrja honum hérna Garnacho, en hann er ekki. Og það, ég sé strax í fantasy-liðið mitt, það er helviti sterkt að Caicedo er ekki neinstæðar á það. Hvað er hann? Caicedo, hann er ekki með því að Santos er í byrjunliðinu. Caicedo er náttúrulega besti leikmaður Chelsea, sko. Já, Hann er á bekknum. Andrei Santos byrjar. Garnacho á bekknum líka. Þetta er nú eitt heitast í gæinn í deildin í dag, Flemmingin. Já, Fernandes, hann er hann. Estivá líka á bekknum. Estivá líka á bekknum. Og Garnacho vantilega. Já, Garnacho á bekknum. Þetta verður hörku erfiður leikur. Ég held að það verður bara ekkit eitthvað. Þeir eiga náttúrulega Champions League leiki í vikunni. Já. Mann nú ekki á móti hverjum. Og Barcelona var ekki. Já, Barcelona. Það er ekki nema. Djöfull er ég. Og svo er það Barcelona og Arsenal í næstu viku. Það er ástæðan fyrir að Þeir eru aðeins að hérna rúlla á liðinu. Það er risa vika framöndur um Chelsea. Stráka, djöfull er ég hrifin af þessum Hartmann. Bakverðinum hérna hjá Burnley. Já, trefin og honum, já. Já, hann er með 4 assist. Já. Fyrir Burnley. Já, ég er alveg sofandi í þessu, sko. Nei, hann er magnað, sko. Ég held að hann geti verið. Ég er ekki viss að Chelsea vinna hennar leik. Nei, ég er bara sveimið þá. En getum við fengið að sjá örstu Delap to score first, bara til að sjá það. Ég hugsa að sé 7,5 ef ég þekki The Grass. 7,5, 6,5 jafnvel. Og þegar hann er útivelli. Liam Delap, ég sé alltaf Rory hafa pappans. Já, ok. Já, hann er alveg með mér lesin að grassi, sko, sér þið. 5,5, þú veist það er 7,5. Hann veit alveg, hann veit alveg. Jájá, það er eins og það er, maður getur ekki unnið hann alltaf. En ég er með 1 pikk á eftir, síðan næja hann svakala. Já, grassi, hann á ekki breyk þar. Ég síni það eftir. Hann hatar þann klóka, Sigur. Það er svona Þegar hann sá klóki kemur, þá veit ég alveg að það ringi alla bjöllinu. Já, svona hnefinni kreftur. Hörðu, ok, förum í... En strákar svona, með byrjunarlið fyrir framann ykkur. Veitir ekki hvernig leikunum fer? Hvernig fer þetta? Já. Ég ætla bara að vera leiðilegur og ég ætla bara að segja að þetta fari 2-1 fyrir Burnley. Já, vá. Svo sem ekkert leiðilegu við neitt, sko. Já, leiðilegu bara sjálf á mig. Ég hef viljað til sig með þau. Ég held bara að Burnley vinna hennar leik. Já, ég ætla bara að vera ósamlega. Ég held mig við mín að spá að Chelsea byrju vinna hennar leik með 1 marki, sennilega 2-1. Ég er svolítið saman það. No Caicedo, no party, sagði einhver. Man er að fara í Chelsea treyjuna hérna. Já. Virkir og félagar í Búlisíki. Þeir eru hérna búin að vera hérna síðan 6 í morgun að stilla allu upp og græða og gera. Já. Þetta kunnum við að metta, alveg fagmennska. Geggjastrákar, förum að færa okkur í Fulham Sunderland. Já, er þetta ekki enn ekta þrjúleikur? Þetta er strákar. Þetta er nefnilega hinn leikurinn sem ég var að tala um. Í kenningunni góðu. Þannig ertu með garantíða yfir 3,5 spjöld. Förum betur við það eftir kannski. En ok, segi ég. Saman, ég spáði. Ég er alveg, nú er ég alveg komið þangað. Sjá svo þegar við sjáum sæðlegan eftir að þá kemur allt annað leikur sem er ekki komin. Það er öll spjöldin. Já, það er líka spjöld. Það er fyrir nýgur. Ég er bara með þennan leik og þá... Þetta er algjör 50-50 leikur. Já. Þetta er rosalega erfiður leikur. Fulham hafa ekki verið að gera neitt undanfarið eða það? Nei, þeir eru vesinni. Þeir eru ekki vesinni? Jú. Sko, hann er bara eitt í þessu. XG-tablan, ég horfði stundum í hana. Sunderland er í 15. seti XG. Fulham er í 17. Þannig að Sunderland er að spila upp fyrir sér, þeir eru í 4. seti í deildinni. Já, ég heldur betur. Það er ótöld að sé í 4. seti og sigur þarna þá bara eru búin að berga sér á falli, sko. Hvernig er topp 2 í XG-töflunni? Það eru Arsenal og Manchester City.
Krista Pallas er 3. United að United fattast flugið vorum að vinna XG topparönduna í byrjun tímabils. Ég veit ekki meina leiks Fulham Sunderland Fulham töpuðu sensta leik fyrir Everton 2-0. Já. Og ég held að þetta fari 1-2 Sunderland. Ég held bara að þeir vinna leik. Að Fulham hafi verið bara rekinn. Ég vona ekki. Nei. Fýtt þjálfari, fá ekki betri þjálfari held ég sko. Er hann eitthvað góður þjálfari? Nei, svo veit ég ekki. Ég er bara bullleg. Okkur er alltaf allir að hæpa hann eitthvað upp. Er hann eitthvað? Er hann ekki bara gert fínt mót? Er það? Var hann ekki með Everton í ykkur rugli og... Já, en ég er að tala um þetta í Fulham. En ég bara, Sunderland einhvern veginn eru bara á skriði og það er náttúrulega að vita það náttúrulega sem allir sem er að fylgjast með þessu að það er mánuður í Afríkukeppnina frægu og skemmtilegu og þar missir Sunderland alltaf 7-8 leikmann verða bara að vinna þessa leiki. Allan að taka einhver stig. Þeir vita það bara janúarmánuður eiginlega bara hann verður mjög erfitt fyrir þá. Febrúar líka. Mjög erfitt að vera með 7-8 leikmann. Þetta eru samt menn í þessu einhverju þjóðum hjá þeim sem eru vantilega að fara dett út úr riðli þar, kannski einhverjir það er verið koma kannski tildulega fljótt en svo veit maður aldrei að ég held að þetta sé eins og í Evrópu, ég held að fari nokkuð þriðja sæti líka sko í 16. úrslit þannig að það var eins og handboltinn millir riðlar. Nei, þú veist, það fara 2 efstu og svo bestu þriðjastettin bara eins og í Evrópukeppni þú veist, og þannig að þeir eru að fara að missa marga leikmenn í marga leiki og þá með það ekki tapa þessum. Ég held að tapa honum ekki. 1-2, Nafli. Ég ætla að spá 1-0 Sunderland seri, minn maður Isidor setur hann. Isidor. Ég held að Isidor er með bæði í dag. Isidor, Haiti er að reyna að fá hann til að spila fyrir sig. Já, þeir eru konar á HM. Já. Og þjálfarinn aldrei komið til landsins. Nei. Það er geðvegt. Við þurfum að taka annað sér þáttum þetta HM bull sko. Það er alltaf bara 20 lið þar sem hafa ekkert þar að gera sko. Hvað ætla að vera mikið að leiðilegum leikjum þar til að byrja með? Ég get alveg sett eitthvað stráka, ég held að sjálf 100p að við verum hérna eitthvað yfir HM leikjunum. Já, við maður líka getur sett það einhvern veginn. Núna er það sérstaklega þegar við erum ekki að fara þá maður að fara að tala þetta mjög mikið niður núna í bituleika. Nei, þar næstu hefur komið þetta. Það er dreigið til 2 vikur. Er það já? 5. des. Wow. Það er geðvegt. Strákar. Fulham Sunderland, já. Þetta er komið. Ég hef hann á textaðarpinu. Er þetta ekki fullt af spjöldum og jættibli? Bæðilið brjáluð yfir þessu? Jó, fullt af hotnum og spjöldum og bóttímt og skor og bara alveg stöðull. Bara henda þessu. Það er alveg stöðull á þetta alls saman. Þetta er stórleikur, næsti leikur. Það er Liverpool Nottingham Forest. Þetta er, erum við ekki með, við erum að fara í aðeins 1 eða 2 seðlastrákar, er það ekki? Ég var að taka þann klokka. Það eru margir sem eru búin að bíða spenntir eftir þeim klokka. Ég leist nefnilega ágætlega á þennan sko. Já, þessi er klókur. Já, þessi er klókur. Þetta er nefnilega sko, þú ert með þarna Liverpool skori í seinni hálfleik sem gera. Ég er bara hissa ef að Liverpool skora ekki í seinni hálfleik á móti Nottingham Forest. Þeir skora í seinni hálfleik. Þeir eru að heimaðli. Þeir skora í báðum hálfleikum. Þeir bara verða að vinna. Þeir skora í báðum hálfleikum. Ég myndi freka bara setja að skora í báðum hálfleikum. Það ætlar að vera klókur. Fyrir hálfleikur, Fulham mörk að Fulham skori í fyrir hálfleik. Já, ég er sammála því að Fulham eru líklega til að skora í fyrir hálfleik heldur en seinni hálfleik. Já, leikurinn mun alltaf verða þannig að Fulham mun verða betri viðstu 20 mínútur held ég. Pressað á heimavelli og Sunderland aðeins að finna taktinn og það er miklu líklega að Fulham skori í fyrir hálfleik finnst mér og mér finnst það mjög líklegt þannig að ég held að þessi 2 fyrstu detti. Og svo er það kenningi mín og það er þessi leikur þá þriðji leikurinn þessu umferðina, það er Wolves Crystal Palace sem voru búin að negla þessu svo fólk viti það voru búin að negla þessu betti á alla seðlana sína. Ég veit ekki hvað það fatta það ekki en það er eins gott að þetta detti sko. Þetta dettur ekki og þá er það bara bankin á mánudaginn og gamli góð yfirdráttur. Sko yfir 2,5 spjöld í Wolves Crystal Palace Wolves nýr þjálfari þetta er leikur sem er horfi að þeir ætla bara að vinna það bara verða að fá þrjú ég set hennan ég er nú ekki alltaf að setja selna eina sko, ég vil ekki alveg fara á þessu en ég er að fara að setja þennan ég ætla að elda þann klóka líka, ég er sammála því ég er líka klóki, hann er bara hann er passífur núna hann er auðvitað svona í fyrri þáttum að það var aðeins herri stöðu til að klóka hann er aðeins komið smá hann að draga inn seglin maður verður að vera klókur, maður ekki gleyma því þið gaggrindi mér rosalega síðast ég blandaði tilfengur mín í þann klóka og ég er hættu því það er búið þetta er flottu seðiljáður og bara alveg leikur en ég held að Liverpool taki þennan leik ég er nú með eitthvað segil sem ég hafa búin að búa til hann er ekki hér, það er ekki að setja allt hérna inn þar er ég bara með Liverpool minus 1,5 sko og það er bara 2,20 eða eitthvað það er bara geggjaður stuðul
og þetta svolítið skemmtilegt þetta hjá hérna Epic að þú getur sko eld seðilinn og það geta allir gert þetta ekki bara við, það geta allir gert það og þú getur fylgst með því hversu margir eldan og hversu margir tókan og ég sér ekki hverjir þetta eru en þú veist bara svona, það svona gaman. Getum við kíkt að þess á hérna hvernig bildirinn okkar stendur, hvað margir búin eftir? Já, endilega. Við erum hérna, getum fengið nýjustu tölur þessu kostningunum. Það eru bara 100 fyrstu sem geta tekið hann, við hækkuðum þetta bústum þessu upp í 25 þeir sem voru að koma að skjánum. Já, það bendir allt til þess að já, nú viljum við keira þetta þessu upp ég vil sjá þetta klárt áður við förum úr loftinu. Aston Villa yfir 1,5 mark, Tottenham skorar mark í seinna hálfleik, yfir 1 mark í fyrri hálfleikinu Newcastle Man City. Við erum líka að fara bombanum á miðlana bara núna. Já, ok. Fórum úr, hvað var það? Þetta var 18-25 18-25 Það er alvöru hérna, gestrisni í því. Já, það er gestrisni, það er bara jólagjöfin í ár. Já, það er bara þannig, ég neita að fara á loftinu nema að við séum búin að klára þetta. Nei, þið setjum þetta inn núna og fer þetta bara strax. Strákar, við erum í Liverpool Nottingham Forest. Já, ég meina það bara ekkert annað í stöðunni fyrir Liverpool í dag heldur en að rífa sig í gang. Ég held að landsleikjafríið hafi komið á mjög góðan tíma fyrir slóttarann. Já. Hvað þannig safna ekki bara smá hári líka í landsleikjafríinu, sveimið þá. Og hérna heldur að mæti órakaður á hliðarlínu. Þannig að ég bara ég gerir bara kröfu á það fyrir Liverpool stuðningsmenn og fyrir Liverpool að þeir spili eins og menn í dag og ég sé ekkit annað í stöðunni heldur en að þeir bara vinni þennan leik þeir svona ætla að snúa blaðinu við og tímabilinu við í dag. Já. Og ég segi, þú veist, þessi leikur fer 3-0 3-4-0 kannski gerir við minnst þetta frábær stöðu, þetta er 1-47 sko. Sean Dice tapir 3-4-0 fyrir Liverpool. Kannski 3-4, ég veit, ég myndi halda að Liverpool gerir 3 mörk í þessu leik. Kannski gerir Nottingham Forest 1, ég veit það ekki. Ég bara trú ekki öðru fyrir ég tek á því að Liverpool ætla ekki að fara að slippa í þessum leik. Þá er seasonu bara alveg búið. Já, ég er að segja það sko. Ég tók auðvitað bildir á hennar leik. Já, tók bildir á hennar bránum. Mér fannst hann heillandi. Já, hann var reyndar 17 hlutir á honum sko. Já, alltaf erfitt þegar maður sér ómikið. Nei, ég hlusti bara þess að samt bara 5 í stöður. Er nafli versti better? Hann hefur svolítið verið að færa sig alltaf svona í þetta. Sko, Liverpool er að fara að vinna leik. Já, hann er klókur, hann getur að fundið, sko, hann getur að tekið 2 bettana og fengið 5 í stöður. En hann notar 6. Já, sko ekki, þessi er alltaf að fara að detta. Liverpool er að fara að vinna leik. Við erum alltaf að fara að fá yfir 2,5 mörk. Þú varst að tala það bara hún rétt á. Já, ég held það. Fá mark í fyrir áleik. Já, það er klárt. Sala er að fara að setja hann. Það er spurning. Ég sammála því. Spjöldin hjá mig yfir 2,5 og Liverpool er að fara að fá yfir 4,5 hot. Það þarf ekki, þó að þessi margir hlutir á honum. Þetta er svo fyndið, maður horfir á þetta, hugsa maður bara, þetta er bara að fara að gerast. En svo hugsa maður alltaf, hvað er það sem getur ekki gerst í? Spjöldin það getur verið 1 spjald í þessu leik. Já. Og Liverpool getur unnið 2-0. 2-1, ég er svolítið sammálaður. Ég held að þessi leikur geti farið 2-0. Hann geti verið 2-0. Það getur klikað. Ég held að Liverpool fá alltaf þessar 5 hotspyrnur. En svo náttúrulega getur verið konið í 2-0 eftir 20 mínútur og þá þurfa þær ekkert að fá allar þessar hotspyrnur. Þetta snýst svolítið um það. Heldsamt náðu því og svo bara skora Sala. Já, það lítur að vera. Sko, ég get sagt ykkur eitt. Ég get sagt mér svona eitt aðna eiginlega örugt, það er Liverpool vinni. Það er ótrúlega magnað. Það kemur stundum með mig þetta fyrsti markaskorari. Það kemur oft bara yfir mig svona sterkt. Fattaði bara. Auðvitað er Sala að fara að skora fyrsta marki í þessu leik. Já, en byrju varst ekki með eitthvað rosalega, var ekki Sunderland í daginn? Jú, ég var með Bullard. Var það mótið Arsenal? Já. Ertu búin að segja söguna? Nei, ég hef nú ekki sett hana. Við fyrir með það síðar. Við eigum hann inni. Það er alvöru dæmi. Það var alvöru dæmi. Það var bara, það var þannig. Hvað var stöðulinn? Nei, það var 34 á móti einum og ég talaði mig í gegnum þetta og svo fyndi ég, sat upp á sín eftir Doxon, sit upp á sín og er eitthvað að horfa á þetta og er að tala við Arsenal. Ég segi, það er enginn að fara að skora í opnu leikættir á móti Arsenal. Ekki Sunderland heldur, ekki Sunderland. Og hann er eitthvað, nei. Ég segi, hver getur þú að skora fyrir Sunderland ef þú skora fyrsta marki? Svo voru okkar að fara í gegnum þetta og ég segi, nei. Svo var ég eitthvað, heyrðu, auðvitað á norðurýri, ekki hotspinnu, eitthvað Bullard eða eitthvað svolítið sko. Hendum á það, 33 á móti einum. Þess svo bara eitthvað vasku upp heima og er bara leikunum komin heima og eitthvað sko. Svo bara sjónvarpið í gangi, Bullard, 1-0! Þetta var bara eitthvað sturlur og þetta var svo magna, menn þetta var opið, þetta var open play. Það var ekki eftir hotspinn. Þetta var ennþá skrítið. Þetta var ótrúlega. Ertu búin að tipsa Þú lítur að venda upp þann lögudag. Já, ég sendi bara kæra kveðju. Ertu ekki búin að millifara á millifara á fjölskylduna? Já, þetta er allavega 5 í stöðulanda. Mér finnst alveg sko, mér langar að gera eitt.
mér langar að taka eitt seðilstrókar, bara östu upp núna, mér langar að sína ykkur hann seðil. To score first. Þetta alveg erfiður seðil, ég veit það. Og það ekkert að vera að klína eitthvað mikið til að upphæða þetta. Þetta bara svona, þetta alveg erfitt, en þetta samt skemmtilegt. Og Sala að skora fyrsta markið á móti Nottingham Forest. Víti, veist, hann bara núna að fara að trekka sig í gang. Þið ekki sammála því? Hann bara að fara að trekka sig í gang. Já, ég sammála því. Það er á mínum bildir. Það ekki alltaf... Sala skora fyrsta markið, 5,5. Já. Þannig að nú svaf grassa þess á verðinu. Farið síðan í Wolves nákvæmlega, Wolves Crystal Palace. Farið Jörgen Strand Larsen, förstu skor, 8,5. Tökum þennan saman. Já. Wow. Nei. 46,75. Þetta sá grassin. Hann sopnaði grassin í spásinu. Þá laumaði hjá mig sér inn. Og þetta nefnilega ástæðan fyrir þessum svo að sko Jörgen Strand Larsen náttúrulega að fara að spila á topp núna fyrir Wolves. Lið sem verður að vinna leikinu móti Crystal Palace. Þetta bara, ég er ekki að segja þessi samfærður, en það er lykt af þessu. Já, mér finnst þú vera mun hérna sterkari þarna heldur en í spjöldunum. Ég verður að viðurkenna það. Já, þetta er svona ekta eitthvað hjá maður. Það var vel pirrandi hérna í Wales Makedónia í vikunni. Oh my god. Því ég setti það. Ég hafði alveg trú á þessu. Góðu stuð, sjö Brooks, fiskaði vítið, leiði honum að taka það. Nei, tóku það ekki. Svo skoraði hann. Eins og ég var bara að segja, þú skoraði. Þá var ég líka bara, ég hugsa svo stertið þín og þú er alltaf satt við mig, taktu bara hann skorið í venjulegum leiktíma. En þarna var ég okkar áður. Já, það munaði. Ég var að hugsa, leiði honum að taka vítið. Hann fiskaði. En þú ert nefnilega nokkuð naskur hérna og mun naskarinn í spjöldunum. En ég... Það er gaman að þessu. Já, Strand Larsen og Sala, ég set á það. Strákar, þetta er skemmtilegt. En sko, þetta byrji líka. Liverpool vinnur hérna Nottingham Forest. Það er ekkit annað í stöðunni fyrir þá og þeir þurfa að koma sér í gang. Þeir geta auðvitað ennþá barist um hennar titil, sko. Það er oft sniðut með svona first goal skor að býða samt eftir að sjá í liðin. Sala alltaf í liðin, hann er bara hættur, sko. Hann hætti bara Nei, þú veist, I felt a knock in the training allt eitthvað svona sem ég gæti komið Já, og býður alltaf eftir byrjunum. Ég var að fara inn að innsenda spurningu. Já. Eru þið klárir hana? Já. Brenton Brightford í dag. Já. Og það vantar einn mann inn á lista sem hefur skorað í þessum viðregnum, sem sagt fyrir Brentford. Þessi leikmaður er Íslendingur. Hvern vantar sem að blár? Já. Skil ég ekki spurninguna. Íslendingur. Fyrir þú skoraði í Brentford Brighton. Já, greinilega komið 2 mörk í þessari viðregn. 50 markaðistigi fyrir Brentford í þessari viðregn. Já. Hvern vantar inn? Íslendingur. Já, þarna inn. Í Brentford Brighton, já. Í Hermann Heiðarsson. Rámt. Hún skorað 2 mörk í Brentford Brighton. Já. Það er enginn í Brighton, sko. Það er hérna... Nei, þetta er Brentford. Íslendingur Brentford. Já. Er það ekki rétt í okkur? Það er Brentford. Það er Brentford. Ekki Hermann. Er ég eitthvað rugglaður? Það er... Alltaf gaman þegar tjatti er á tánum og sendir svona skemmtilega. Já, þetta er geggjað. Það er hérna... Já, mjög. Djöfullin sjálfur maður. Veitu, er þetta hann hérna... Þetta var þegar það voru í neðri deildar náttúrulega. Þetta var ekki í úrvalsdeildinni. Þetta er... Ívar Ingimarsson. Já. Ívar Ingimarsson. Það er bara hár rétt. Vel gert, Mike. Gat ekki klikka á þessu. Vel gert. Herðu, tjattið er geggjað, maður. Já, þessi var góð. Þessi var helviti góð. Ívar Ingimarsson. Hann var góður. Já, hörku spilari, maður. Þetta er frábært. Já, stráka, við erum búin með Liverpool, Nottingham Forest. Búin að spá því. Wolves Crystal Palace. Næsti leikur. Wolves Crystal Palace. Það er bara neglið á spjöldin. Þetta er náttúrulega bara leikur sem Úlfarnir með ekki tapa. Nei, og líka bara ég er mikill talsmaður nú manager bounce og Wolves er að fara að taka hennar leik. Já. Ég held ekki. Ég held bara Crystal Palace og góður. Já. 1.93 útivelli. Já, ég held bara að séu ógóðir. Það er náttúrulega ekki hárstuðull útivelli fyrir liðs og Crystal Palace. Aldrei fengið svona háanstuðull og útivelli. Crystal Palace er 3. sæti yfir XG í deildinni. Já, og eru góðir. Mateta er góður og Sarri er góður og þeir eru bara með fullt af góða leikmönnum, vel þjálfaðir. Þeir eru á... Wolves er búin að skora 7 mörk í 11 leikum. Já, og þeir eru með hérna... Þeir eru settir í 5. 7. sæti í restina deildinni í spám, svona, þú veist, spá líkum og það ekki svoleiðis nafli. Já. Tölfræði kall. Þannig að menn eru ekkert að búast við því að þeir gefa eitthvað mikið eftir. Og þetta er svona leikur sem Úlfarnir horfi í og þú veist, eins og Fulham á móti Sunderland. Við verðum að vinna innan leik. Já. Þú veist, þetta er leikur sem við að vinna, en ég held því miður að þeir bara tapa honum. Ég held að Crystal Palace vinna innan leik. Já, ég stend fastur á því.
Crystal Palace vinni. Þeir eru bara miklu betra lið. Já, ég veit, en það er einhverju töfra sem gerast þegar nýr þjálfari tekur við, þú þekkir þetta Mike og Wolves getur alveg slísað Það gerast engin töfrar með þessu nýja þjálfara Jó. Þetta er bara svo, eitt í þessu, ég veit ég var að taka first goal scorer og allt það. Þetta geta verið 1-3 og hann skora fyrsta markið. Það gæti alveg verið þannig, en það er samt þetta new manager bounce, svo mikið umræðinu núna, búið svo mikið að tala þessa hluti, sko, og held ég að menn séu ennþá meira varir undan eins og Crystal Palace sem er á geðlið, og fyrir ykkur árum síðan, þá voru menn ekkert svo mikið bara ný þjálfara eitthvað, sko. En nú er það svo mikil umræð. Já, ég veit en mér finnst það samt sko það er bara einhverjum 10 leiki búnir eða eitthvað, þú veist, 10-11 leiki búnir. Þetta er annað, þetta væri þjálfari sem er búin að vera heil lengi og hafa verið 2007 umferð. Já, ég er að segja, ég er svolítið sammálaður. Þeir er bara vinnur þetta. Já, Úlfarnir bara, þeir eru ekkert betri í fótbolta að koma nýr þjálfari, sko. Nei, en ég held sér ekta samt að Wolves komist yfir. Það er pottið, Strand Larsen, það er klárt. Við erum sammála það er búið að negla það. Já, þetta er áhugavert. Er þetta 3 í dag líka? Já. Það er skemmtilegur 3 dagar í dag. 3 í dag, það verður rosalegt að fylgjast með þessu. Nafli, hvernig þróast það? Wolves er að fara að vinna þetta 3-1. Það er rosalegt. Þá er þetta bara að fara, já, ég er hérna með, ég held þetta fari, að því við erum með Strand Larsen félag okkar, þá held ég þetta fari bara 1. Þetta fer 1-3. 1-3. Jafnvel 1-4. Já. Skora 2 í restina. Þegar hinn er að reyna að sækja upp. Þeir eru alvarlega lélegir Wolves, sko. Geta ekki. Já, en það strákar, nýr þjálfari, manager bounce. Þetta ef þetta væri svo í gamla dag, bæði ég og Hjammer náttúrulega fyrirverandi spílandi þjálfara, sko. Það er náttúrulega svolítið annað, sko. Það er alveg erfitt að mæta svoleiðis nýjum. Þá getur bara, kemur alveg leikmaðurinn á miðjuna, Hjammi upp í senterinn, target og þjálfari og leikmaður. Það var 2 fyrir 1, sko. Og fyrirlið. En þessi gæði bara að koma hliðalínur ekki að vera að gera neitt. Þessi hérna Mike Sexton, þetta er rosa, sko, þetta er alvöru stuð 6-6-6 Ótrúlega hvernig þetta dettur alltaf hjá mér. Já, þú ert ekki að reyna þetta. Þetta er reynda með plus 1,5 Úlfana. Þannig að þá maður er náttúrulega þeir ekki að vinna meira Palace heldur en 2-1. Ég ger þetta í gærkvöldi, eins og menn þekkja mig þá er ég oft fljótur að skipta skoðun. Já. En ég get ekki, þannig að það fer ekki 3-1. En byrju, Liverpool mínus 1,5. Já, ég er búin að tala um það. Það er bara, ég held að það hljóta að vera bara og það kemur alltaf yfir. Það kemur alltaf 1 mark í seinna og ekki Fulham Sunderland þegar leikurinn opnast. Og ég talaði um á hann að Bournemouth myndi vinna Vestam. Þannig að ég er alveg svona samkvæmi sjálfur með 75%. Ekki alveg í úlónum en come on plus 1,5 heimaðli. Og eins og þú segir, nýr þjálfari. Búin að fara vel yfir það. Þessi er helviti áhugaverður. Þannig að þetta er... Þetta er svolítið Ragnar Reykjás. Í úlónum, já. En ég meina, menn geta farið á mínus 1, eða bara sett Crystal Palace í staðinn inn á seðilinu, vinni leikinn. En þú veist, þeir eru á heimavelli. Ég bara einhvern veginn hef ekkert mikla trú á þessu, en segjum að þeir nái plus 1,5, anskotin hafið það. Naflin er búin að koma kannski aðeins núr jörðina með það. Þannig að ég held að þessi detti bara. Er það ekki? Hann gerir það. Mér sýnist það. Þetta er geðvegt. Það er ekkert ef gaman að vinna svona stöður 6,66 6.6 number of the beast. Geggjar þessi við erum að fá næsta leik sem er Sörens leikurinn. Já, ég ætla að horfa á þennan með Sörens. Já. Kallgreið, ég á ekki rán, sko. Já, hann talar frammistöður. Já. Hún var hræðileg í síðasta leik. En þetta móti Brentford og það ekki. Jó, það var rosalega leikur. Þeir komast yfir Núkastúr. Já, 1-0 yfir í hálfleik. 1-0 yfir í hálfleik. Tapa 3-1 eða. Já, tapa 3-1. Reyndu mistu hana börn út af eitthvað, fengu víta á sig og... Já, sáleikur. Það var 2-1 markið. Annað, sko, Dan Burn er út í banni. Hann er ekki með. Í þessum leik. Þannig að City á 2,02. Guardiola veit það bara að það eru hinn að liðan að elta hann ef hann vinnur þennan leik. Hann verður komin á toppin áramótin ef hann vinnur þennan leik. Hann veit alveg, hann sagði það sjálfur, mótið byrjar í dag. Sagði það? Já. Nú er landsleikjafríðin búinn, hann er ekkert að byrja í þessu, menn Arteta virðist oft vera að byrja í þessu, sko. Jú. Og Slottarinn er náttúrulega bara að byrja í þessu. Já. Og Amorim og þessi kallar, sko. Þá er hann ekkert að byrja í þessu. Sko, er einhver umræðastrákar að... Þetta er að byrja í dag, ég er sammálunum. Gæti Mækarinn fengi nýja þjálfara ef þetta gengur, ef þessi leikur tapast? Mækarinn? Já. Nei, Sörens. Nei. Gæti Eddie Howe verið látið fara? Nei, hann er bara ekki búin að fá nóga mikinn stuðning. Ég skil það nú ekki alveg. Nei, ég meina, þú veist, ég var að fengi einhverja leikmenn en ég meina ekki til að berjast við þessi lið á toppnum og í meistaradildinni líka. Sjáðu bara bekkina hjá til dæmis City og Arsenal. Hann er þá með Vissa. Hann er Vissa. Já, óeppin með hann fekk Vissa, Voltemate og
Elanga Þetta eru 3 leikmenn Elanga ekki staðið sig Elanga er bara Elanga alveg geta fengið bara hjamma sko það er náttúrulega var ástæða fyrir að hann fór frá United á sín tíma já, akkurat, þú veist, hann er bara fíll ágætis leikmann flottur í Nottingham Forest viss að kaupa einhvern veginn hálf meitaðan eða eitthvað hann er ekki búin að spila neitt og þeir missa náttúrulega Alexander Isak sem er slæmt Gordon byrjar í einhverju löngu banni þeir eru búin svolítið í meiðslum sérstaklega varnarlega og þeir bara með ekki til þessu því að Newcastle með sitt besta lið alla klára, allir heilir, 100% þá geta það runnið öll þessi lið en það er bara ekki þannig núna og ég gerir bara kröfu á það að City fari og vinni þarna en það verður gaman að horfa á þetta með Sörens Nafli, ertu með góða frétti fyrir Sörens okkar? Nei, alls ekki Dampönnur í banni og City að fara að vinna en leiks frá 3-1 en ég minna ég geti séð fyrir mér bæði Holland og Voldemar skori í þessum leik Voldemar skoraði í báðan landsleikunum hann er ekkert eitthvað, hann er bara fín hann er nátt sem skorar hann má nú eiga það Siggi, hann var nú fljótur að spotta þetta kantspil og þetta þriðningsspil hjá vegspilið og svo margir sem voru ekki búin að sjá það þetta geggjum í því og það er ekki spurning það er allir heilir Harvey Barnes, Jacob Murphy og Voldemar, þetta er ennsku úrvalsdeildinstrákar og ég er svona og þetta er ekki hrifin ég held að Holland, Foden Bernardo Silva, þú veist, Tjerki, Doku ég sagði það nú í þungavættinni í gær ég sett kröfu og Doku að spila aftur eins og á móti Liverpool, að því ég er ekki gerðið í einu leik þá er þetta þessi Óri Ræli hérna, hann er búin að besta vinstri bakvörðin í deildinni og þetta er besta dúoið á kanti í ennsku úrvalsdeildinni í dag, þessi tveir þetta er örugglega óþolandi kantur og núna sem að standa sig vel, Tjerki er frábær þetta er bara geggja lið með besta markmanninn, þeir eru með frábæra hafsenda González verður hann í byrjunliðin ég veit það ekki, Reinders trúlega í byrjunliðin það held ég að Díaz og Guardiol sé ekki fyrir lendi vandra með Barnes og Moldmit nei, og líka bara einmitt, þú veist það þarf mikið að gera svo sitt í vinningi þennan leik og svo bara eru þau með Reinders þeir eru með Marmúsin er hann ekki þarna, er hann í leikbanni? Nei, hann er ekki í leikbanni er hann meiddur eða eitthvað? Nei, hann er bara bæknum og svo náttúrulega er hann með Reinders og hann er líka og Rodri er komin í hópin held ég líka sko Mækari, tölur, korrekt skor, takk Sammála, honum hérna Sammála naflan, myndi fyrir 1-3 fyrir City 1-3 Ég er sammála þetta er svo leið fyrir Sören að vera heima núna aðeins stund hann er pinkulítill sko en hann fær að hitta Mækar hann fær að hitta þig og þú passar upp á hann og sendur okkur myndir í Vestafalli fær góða sögur sendur okkur myndir á honum og þetta er bara þannig að þetta fer alltaf vestavegi í öðrum leikjum gæti Newcastle að vera komið í fallsæti eftir það er að segja ég held að segja ekkert eitthvað mikið þolinmæði fyrir því að þau séu í fallsæti nei, þeir eru bara að gera ágætt í meistaradeildinni en þeir þurfa bara að styrkja liðið sitt í janúar það er gaman að þessu Hvar eru þeir? Má ég sjá þetta? Þeir eru 14. seti Ég er að segja það Það geta allavega helvítið nálægt Nei, farum ekki fallseti, við vinnum náttúrulega ekki öll þarna fyrir en þú veist Í Forrest vinnur aldrei Liverpool En þeir eru bara 2 stigum frá þessu Þetta er nefnilega máli Ég held að sé ekki þolinmæði fyrir þessu Ég er bara ég kannski Ég var náttúrulega að spila mann Ég kannski oftar en því Strákar, höldum áfram Ég var með að segja þetta Herðu, við verðum að kíka Ég var beðinu þennan Það er nú ansi mikið á þessu Já, þessi líka 6,5 í stöðu Það er líka hærri stöðu Já, það er 1,5 hærri Já, og einu færra á hann Ok Við erum allir sammálu City Við erum allir sammálu með 1-3 Þeir vinna ekki 1-3 og Holland skorar ekki Nei, það er skrítið Spjöldin, ég held að þau detti í þessum leik Já, eina sem að geti klikkaður hópnin En ég varð að hafa það með ég hef ekki sleppti að vera með naflastöðul en ég vildi hafa það með og þessi seðil er skemmtilegur ég er sjálfur að fara að setja þennan seðil fyrir hennar leik og ég sé ekki annað en þessi sé helviti skemmtilegur og heldur á tánum út leikinn Já, ég sammála því fyrir þá sem að vilja horfa á hana leik með aðdáðandaraugunum en ekki þjálfaraugunum Já, það er nú svolítið máli Þið horfum svo sem ekki mikið á með þjálfaraugunum Já, jú Hvaða augu eru það? Það er alltaf með annað auga þjálfarauga sko Opið Strákar, þetta er geggjað sill Eina sem ég segi, það er hotnin Já, en það er bara yfir 8 Já, anskoti hafið Bæði lið sem eru mjög sóktjör sko. Já, og þurfa einhvern veginn að fara fram í þessu leik Strákar, Leeds, Aston Villa, þarna verður nafli Þetta er naflaleikurinn, við kvöldum hennar naflaleikin Leifum honum að tjásu hennar Já, heldur betur, maður er bara gríðarlega spenntur fyrir þessum leik Ég trúi því, þú er á honum Já, verða á honum, fyrir að Erland Dróti fyrst Ég var að passa ykkur samt, þetta er alveg stór hættulegu staður sko. Enga kjánaskap og annað sko. Nei, það er svoleiðis Já, ég skítrættur ykkur þarna sko. Já,
Þú, Dokkarinn og Arnar Laufdal. Ég vona Arnar Laufdal sé með smá byssur. Hjöppi er ekki að vera bjargaðir einu segundu. Hjöppi hleypur bara í burtu. Ákveðin, hann skerur ykkur bara strax eftir. Heldur, ég að spila naflaból hann að segja ykkur að brandara og fara æs í mönnum að geta enda illa. Það gæti gert það. En það kannski gott að gefa shoutout á naflan því hann ætlar að vera að gera gott content í ferðinni. Já, fylgist þið með mér á Instagram. Allir hólkist á naflan á Instagram og það verður eitthvað fjör og læti þar. Já, ég er bara með líka bara góðan access á þessum leikjum, líka Manchester United Evertónum og fara hann líka og maður sína mikið frá vellinum og þú veist, förum inn í búningsklefa og svona. Já. Það var rosalega. Bara að gera stækka naflan í gramminu góða. Það sem við erum að reyna að gera. Leeds, Aston Villa, hvernig er þetta þróst? Að því sögðu, þá held ég að þetta verði útisigur. Ég sé alveg fyrir mig marka leikana. 1-3 Aston Villa, ég var mitt í bildum okkar, þá var ég með að Villa skor 2. Byrjaði á og kemur á öllin að sína stuðnismöður Leeds hvað þú ert að setja á hann að leik. Já, ég ætla að láta að vita því að ég er þungur á Villa í þessu leik. Þungur á Villa, þungur skor allan á 2 mörk. Já, setja 2 í grillum og það er bara En af hverju skor Aston Villa 2 mörk í þessu leik? Það er bara, Sko vörnin hjá Leeds er ekkit ykkur. Nei. Þetta er ekkit til Svona heimavelli. Og 20 mörk á sig heldur. Já, það er samt undir 2 mörk. Ég meina Leeds hefur fengið á sig að minnstu kosti 2 mörk og Aston Villa síðustu 5 Olli Watkins sem 1 mark, Morgan Rodgers sem 1 og Aston Villa hefur skorað 13 mörk betur leikir. Akkurat. Ég er að segja það sko. Allt er aðeins meira samt undanfarið heldur en í byrjun. Já. En Aston Villa eru búin að vera steingeldir. Eru samt í 7. seti. Já, í svona markaskorun og þeirra bestu leikmenn, kannski springa úr þessu leik en það er erfitt að springa út á Elland Road. XG Aston Villa 18. seti. Já, þeir eru bara búin að vera mjög slækir svona. Ég tæki bara síðasta leik, ég tæka skor 4 mörkum út í Bournemouth. Já, voru flottir þar. Það er svona komið einhvern veginn alveg upp í hendurna. Bournemouth klikkar hann að víti en það var flott en sér 4 mörk á 13. Nafli, hvernig fyrir þetta? 1-3, Aston Villa. 1-3 Aston Villa. Ekki segja Leeds-unum frá þessu. Nei, það verður ekkert spilað á stóru skjá þarna. 2-1 Leeds. 2-1 Leeds. Já. Ég held nefnilega að hann sé ekki að fara og fá tableik. Já, hún er langar í tableik. Þess að skilji ekki að hvernig hann ekki að móka á Leeds. Það er geðvægt að vera á Leeds. Þetta er bara tilfinning. Það sem hann alltaf að gera, hann alltaf skemmta sig vel eða vinna og skemmta sig vel eða tapa. Já, það er bara... Kann leikinn. Svo getur það verið að tefli. Svo er það stóri... Verðum að syngja þetta trallandi okkur bara eftir leik. Varst ekki með seðil á þetta? Varst ekki með eitthvað bettbildir á þetta? Nei, ég var með á Leeds, nei á Liverpool. Já, mér var setna útdeila verkefnum fyrir þennan þátt. Hann glemdi sér aðeins í blöð jarðarberjunum og kampaðinu og var svona aðeins glemdi svolítið fekk frægabóðið. Já, þá sáttu við Mike aðeins á hakanum. Þegar blöð hringir. Já, Mike er ekki búin að fá bóð þarna hérna þátt í þessi 10 ár sem að nema bara koma þarna einu sinna rölum eitthvað. Ég aldrei ekki búin að vera í þessu þess. Ég bara málega það ef að hringin og segi bara nei. Já. Það er bara glugginni, hann er liðin. Arsenal Tottenham strákar, þetta er stóri leikurinn. Þarna ætla ég að fara að Þetta er bara eitt lægsti stuðull helgarnar. Hvað finnst ykkur 8,1 á Tottenham? En það er bara 1,40, það er engin stuð. Við erum bara að fara allar leikir. Bara þess að Liverpool og Harry stuðli heldur en Arsenal. Það er bara verið að gera grín. Ég held að Gassi sé ekki að vilja þetta. Ég held að sé æs í mér bara. Já, þetta er ultimate grassakilda. Að sé 8, þú veist, á Tottenham getur unnið Arsenal. Og það var frétt í morgun að það var 4 Tottenham-leikmenn klárir sem eru búin að vera meiddir. Bergvalinn sem að Viktor Unnar náttúrulega trúlega sá veikastu kannski eftir þér. Nei, Viktor Unnar, hann spottaði hann strax. Þetta er eitt svo besti. Hann segir að vera besti miðjumaður í Evrópu. Viktor Unnar þekki leikinn. Kútosin er klár. Simons Kolomuani er klár. Já, segjar, verður með grímu. Já, og síðan er miðjumaðurinn hann Simons og Ódebert verður örgulega Bentancur og Palinja. Já, klár samt hann útlendingurinn, hvað heitir hann á miðunni? Afrikugæinn? Þetta er allt útlending. Nei, hann verður ekkert með. Hvað heitir hann? Bissúma? Já, hann er vist klár. Nei, hann verður ekkert með. Hann getur ekki neitt. Hann er búinn. Það fyrir ekki. Herðu, þetta er leiðin. Þetta er náttúrulega mest spennandi leikur helgarinnar finnst mér. Ég ætla bara að setja kröfu á Tottenham að afsanna þetta. Þetta er hörku vörðin á Tottenham, góða markmann, Paulinni er hörkuleikmaður, Bentancur, þetta er bara geggja lið á pappír. Sorry, það er bara þannig. En hættið bara að vera svona fucking litlir. Já, sammálaður. Og þú veist, þeir eru með Merino frammi. Þetta á ekki að vera erfitt fyrir Van de Ven og Romero að stoppa þetta. Nei. Supermendi er mjög góða leikmaður, auðvitað Ese Trossard, þú veist, komin yfir það besta. Vantar náttúrulega Gabriel, þá nýta sér það. Kaliforni búin að vera tæpur. Og fyrir mér á þetta ekki að vera neitt 1,44 sko. Nei.
Það rugl, má ég sjá aðeins Hvað svona rosald við þetta Arsenal? Já, ég að segja Það ekki Týri Henry en það Dennis Bergkamp sko Stráka, ég held að Saka Og Gabriel hafi Meir ekki gefið stóðsendingur open play ég held að sé ef hann gefur ekki þessu leik þá held að sé komið ár síðan í Premier League Wow, okay. það göp í ár, úr open play Saka, stóðsending það eðlilegt eða? Það ekki eðlilegt Þannig að má ég sjá aðeins bara Tottenham X2 það var bara gáðan að sjá það þetta svona, já, 2.97 Það bara 3 í stuðul 3 Já, en ég meina bara plus 1,5 á Tottenham, hvað það? Plus 1,5, 1,68 Já, bara og seðil kannski Þetta alveg, já, grassa gildran maður Ég held að sé að lokka menn á bara Tottenham sigur fyrst að þessir stuðlar ekkert eitthvað rosa háir Ég meina það bara sami stuðullin á Tottenham og ég var bara með á jafntefli í handbolta sko 8 Það var enda 9, þetta er 8,1 Ég er að segja, þetta er bara 8,1 sko Grassi að fokkir Já, hann veit alveg, ég er alltaf að fara að setja eitthvað á Tottenham vinni þennan leik Þetta er á morgun Þetta er náttúrulega hrikalega gaman á hennar leik á morgun Ef þið þyrftu strákar öllstutt bara að vera með markaskorar í þessu leik hvernig fyrir álöku færi og spjöld, hvað myndu þið setja? Ef við byrjum að þér, hvað myndu þið segja markaskorari, Mækari? Hver skorar í þessu leik? Bara venjuleg leiktíma Getur við séð það í strákar bara Ég held að Saka skori Saka skori, það geti alltaf gert það Víti og alls konar sem verður í þessu leik, við veitum það Hann er bara, hann vil skora mót Já, tókaði Saka hana Ok, setjum á hann Ég ætla að segja að verði yfir 3,5 spjöld Ég held að það sé alveg klart, það er alltaf spjöld í þessu leikjum Þetta er alltaf bilun Og yfir 3,5 spjöld Hvernig fyrir fyrirháleikurinn nafli? Ef maður setur heima og ef við tækjum það Ef við setjum yfir 4,5 spjöld 4,5 spjöld Og hvernig fyrir fyrirháleikurinn? Hvernig þróast það? Er þetta lokaði leikur? Getum við farið í yfir 1,5 mark í fyrirháleik Og hann sjá, kíkjum á það Já 6,5 Ég mér líst vel á þennan Já, þessi er alveg frekar heillandi 6,5 Já Það setur einhverja dúllur eins og maður segir á þennan leik á morgun maður geymir þegar maður sér byrjunliðin og setur þetta bara stakt sko, þennan leik, ekkert í einhverja seðla þetta er bara stakt Þessi er áhugaverður Þetta er náttúrulega bara maður býður eftir þessu leikjum allt tímbil eða svona nenni ekki hafa eitthvað svona litla sko. Ég verð trilltur auðvitað að fer eitthvað 3-4-0 Arsenal ég bara segja þá bara dæmi auðvitað Tottenham niður þá er þetta bara búið þá verður bara að gleyma þessu sko. En Tottenham hefur ekki verið að ganga vel í síðustu derbyleikjum það bara skiptir engu máli bara rífið ykkur upp ég bara vinna þau eru með landsliðsmenn í öllu stöðum bara með hörku liða fullt af gaurum og bekkurum með flestir og þeir heilir það er engar afsakanir Stráka, það er loka leikur umferðarnar og það er Manchester United Everton ég ætla ekki að segja neitt fyrst núna ég ætla að leiða ykkur Takk fyrir Nei, Nafli, þú verður þarna Ég verð á þessu leik, ætla að skella mér á þennan leik og talandum og ég ætla einmitt verð með gott innsýni á Old Trafford fyrir áhuga sama á Instagraminu heldur betur Hólkið ykkur á naflan, það verður gaman að fylgjast með honum það er bara þannig en þessi leikur, Manchester United Everton, kvöldleikur Old Trafford, það er ekki séns að United sé fara að tapa þessu leik kvöldi til mánudagsleikur og OT verður rocking hérna ég og Hjöppi í stúkunni OT? Old Trafford Já OT verður rocking hérna Já, United er að fara að vinna hennar leik og Bruno Fernandes er að fara að skora Það er svoleiðis Það er þannig Og hvernig fyrir það? Hvernig þróast það? 3-0 United Ég held að alltaf bjartsýni sko Þetta er fyrsti leikurinn af 3 mánudagsleikjum hjá United núna það næstu bara 4-5 vikum aðdáendur United ekki sáttir en þá er gott að eiga menn í hólu eins og Naflan og Hjöppar sem að sendi bara út af hvert leik menn eru bara kongarnir hérna í Manchester því að menn nenni ekki alltaf að fara á mánudum og samt útileikir líka þið þurfa að fara þá líka við gerum Er þetta ekki út af er ekki Evrópu? Já, svolítið þannig en samt mjög spes Það er búið að setja prógramið það var nú, ekki tala ógrátandum en úrslitaleik hérna í vor sko eða Tottenham sé í Champions League sko höldum okkur þennan leik og það er bara þannig að það er búið að gefa út leikjaprógram í ensku úrvalsdeildinni út í janúar eða til 2. febrúar eitthvað slags og það eru helvíti margar umferðir þangað til margar umferðir í desember janúar í Manchester United ekki 1 leik á laugardegi
á þessu tímabili, ekki einn. Það er náttúrulega út að þeir eru ekki Evrópu. Nei, það er nefnilega fárið út af því að þegar þú ert ekki Evrópu, þá ertu oftast að spila á Laugardölum. Það ætti að vera, United ætti að vera að spila meira á Laugardölum. En þetta er En við byrjum á fyrsta mánuðinum, en ég er sammála nafnum, ég er ekkert að gráta þetta. Ég nenni ekkert þessu þrjúleikum á Laugardölum í United. Ég vil einmitt hafa Brentford, Brighton og Fulham Sunderland klukkan 3 á Laugardegi. Ég vil hafa United bara mánudag. Ég skil ekki hvað mennur, hvert er þessu? Ég er ekkert að kvarta. Og málega það að kvöldleikir á Old Trafford, OT eins og hann kallar OT það er ekki sensa kliki í sammálu, við erum alltaf að fara að vinna hennar leik. Hvað ætlar að gera í því? Ég bara sé ekki Moyes mæta þarna aftur á gamla vinnustæðin sinn með gamla liðið sitt sem hann elskaði á sínu tíma Everton og var fór þaðan og fara eitthvað að leggjast bara 3-0 Nei, það fer ekki 3-0 en það fer 2-0. Ég auðvitað eldi tók þennan leik í hver segir, já og sko Nei, ég ætla að Við vorum ekki góður á þessu leikum undir Tottenham sem ég var á, mér fannst við ekki góður í þeim leik og ég var að segja þetta með þættinum í gær að það er þú sérði þetta svo miklu betur live veit ekki með naflan sko, það er nú ekki hávaxinn og það er eftir kannski hvað hann situr og svo náttúrulega líka hvað er búin að fá þeir mikið sko ég passa mig svona setna ári maður ekki ofurölvu á þessu leikum sko og maður sér þetta miklu betur þegar þetta er live heldur en í sjónvarpi. Það er bara þannig. Og hvað, maður er bara United lélegir á móti Tottenham. Lengi að skila boltanum frá sér. Vissi menn bara fínir. Tottenham voru ekki góður á móti United. Alls ekki. Og bara, þannig að ég er svona, það vantar margt upp á United, en anskotin þeir verða að vinna Everton á heimavelli, sko. Og sigur í þessu leik, þá eru við bara í brjálæði, þá eru við bara í topparötu. Það er ekki lógið. Menn ekki að vera litlir. Aldrei. Það er Manchester United og það eru þessir ruggluðust að horfa næstu 7-8 leiki United og segja þetta er vera fullt hús en þetta er þannig að Manchester United eins og ég sagði eitthvað að síðustu 3 ára er búin að tapa fyrir öllum þessu liðum í þessari deild skiptir einhvern veginn heima eða lútivell sko. Algjörir aumingjar Amarim, ef hann tapar þessu Já, þá er hann bara game over þessi gæð hann getur ekki tapað þessu leik Svo eigum við sko Úlfana og Fulham og eitthvað í næstu leiki Við eigum fínt prógraður framan okkur En það þarf að klára þetta og byrja á þessu Tottenham áttu svona prógraður líka sko Svo gerir jafntefli við Úlfana Það er Tottenham Európmeistar Tottenham mun sko 2034 Þá mun Tottenham líka gera jafntefli heima allir við lélegasta liðið í deildinni Það er 100% Eigum þessa klipu svo spilum bara 2034 Strákar, ég segi 1-1 Já, þú mátt gera það Þú hafði raukt spjald á United Þriðja jafntefli United í röð Það er svo ekta þannig sko Við megum ekki gera það eru 2 útileikir búnir á móti Forest og Tottenham Þú verður bara að taka United er ekki með betra leik en það heldur að taka 2 stig út á þeim 2 leikjum Þetta er heimaleikur og þetta er bara Stórslýsið vinni ekki, ég segi það Ég segi það líka, ég meina það bara er ekki ásættanlegt að vinna ekki Everton 3.85 á Manchester United Því Everton eru skora þeir ekki meira á heimaðalli Everton, þeir eru ekki með mjög sóttjartlið svo þeir eru að tróðin mörgum á heimaðalli þeir eru aldrei að fara að skora 2 mörgum út í United sko. Nei, þá bara er Amor í reik það bara getur ekki gengið sko. Þeir skora 1 mörg mögulegt Grílis, er þetta ekki ekta Grílis að setja Nei, ég með hann í fantasy, hann skora ekki Já, hann skora 100% ekki Stráka, þetta er búið að vera geggjað laugardagur við eigum samt einn bland í póka þetta er skemmtilega þessi Átti ég ekki eitthvað eftir líka? Þannig er ég samkvæmið, já, þetta er í rauninni, þannig er ég að taka bara sko ferðina mína. Já, ferðina. Já, þannig er ég sko að vilja, eins og ég er búin að tónlista. Þú varst ekki að fara að Stoke Tjaldon? Jú, en það ætla ég að fara að útskýra það. Hann er ekki komin inn af því það eru umferðina undan. Þess vegna tekið sko að bæði Tjaldon sé að fara að skora og Stókarinn er að fara að skora í sínum leikjum. Ég ætla að fylgjast vel með þessum leikjum. Þetta er allt núna á laugardag, helgina. Já, svo bara aftur leikur á þriðjudag. Þetta er alveg aðeins harðara. Er spilað svo þétt að vefsíðunar ná ekki að fylgja eftir með stöðlum. Þetta er rosalegt sko. Og síðan er þetta bara United að fara að vinna og síðan er ég búin að tala um það að vilja sé að fara að vinna. Fyrir okkur pjúristina þá er líka gaman að segja frá því að það er leikur á sunnudaginn í hádeginu og það er Stálborgin Sheffield vett á móti Sheffield United Nei, já Herðu, hann skoraði í gær, Andri Lukas Andri Lukas skoraði og þetta er skæsaði að Eiður Guðjónsson hefði gert sigumarkið aðeins, pældi því samt í því þetta er skæ sko þetta er ekki eins og þetta sé einhverju bólar hérna á laugardegi við gerum aldrei nein mistök nei og þessi mistök þá eru bara reknir hérna á stúdíónu en sko þetta Sheffield Wednesday, þessi leikur er mjög áhugaverður vegna þess að sko bæði lið sko Sheffield Wednesday er neðst þeir eru í vesenni bæði -4 stig -4 stig það er lítið spast og það er 1/3 búin á móti hvort er ég að vera gjaldþrota og Sheffield United er í algjöru þvælu með 10 stig og þeir eru 3. næsta þannig að þetta er alveg það er rosalega þetta er svona ekta leikur sem maður á að
Horfó Já, við erum með grillaða samloku aðeins þunnur og horfa það með Grillaða hvernig sósa? Bara koktelsósa Koktel Ég að fara í þetta Herri, áður en klárum, það var 20 sem ég ætla að koma inn á Það úrvalsdeildir í pílu Já Við erum með hana stuðla Úrvalsdeildir í pílu, já, hún er á lögskvöldi Ég skal henda, ég er búin að vera á öllum viðrekunum núna Missa af þessu í kvöld til miður En ég ok, þetta er nefnilega komið núna í sko núna er ekkert undanúrslitað þetta er bara 8 úrslitin núna Útskýrðu þetta eins og hvernig virkar þetta það er ekki alltaf sömu gæjarnir Nei, núna er þetta þannig að þú veist þetta undankeppnin er búin og núna er þetta bara 8 bestu Þetta er svona 8 manna úrslit Já Hvernig var þessi undankeppni? Mætirðu bara á viss kvöld eða eitthvað slags? Já, þetta eru 2 kvöld og þú safnar stigum eftir hvað þú lendir Þetta eru 8 stigastu gæjarnir Já Og þannig að nú er partíið beislega að byrja og ég ætla að segja Árni Ágúst taki Hallabyrgis hann auðvitað vann síðustu helgi síðan Alexander Veigar förum að mínus 1,5 á hann Áhverju ekki bara 1,60 Þetta er ekki góða stöð, ekki langbæsti gæðin Jú Ekki græðki Sleppu græðkinni Þetta er sér Það er svo fáránlegt sko Það er að kenna þér Já, ég rána með það Og síðan er sko Já, Jón Bjarni, Kristján, það er erfitt að lesa í þann leik Jón Bjarni er svolítið svona nýjasti pílukastarinn vann á Selfossi Þetta er Jón Bjarmi Jón Bjarmi vann á Selfossi Já, ég sá það Það var vist fyrsta mótið hans Já, það er bara búin að vera kast í skúrnum og svona en Býðum aðeins við þann leik Ég var erfiðast að lesa í þann leik Síðan er það þessi leikur Vítor, Halli, Egil Þetta er miklu vinnir Tveir refir að mætast rosalega Þetta skildi vera í 8 mann úrslitum ekki þetta að fara í svona óerleggi í þessu? Jú Já, tökum þennan Ég sammála Mike þarna Þetta er alltaf down to the wire En býtu, er þetta upp í hvað? Þetta er upp í 5 Nei, upp í 3 fyrir ekki Þetta er yfir 7,5 leggir Þetta er eitthvað meira að hækkar alltaf legginir En samt er þetta er grassi að plata okkur núna því að málið það sko ef þetta er bara upp í 5 þá þarf þetta beisli bara að fara 5-3 til að fara yfir 7,5 sko Tökum taktu þetta bara, það getur alveg farið þeir þurfa að vinna báðir 3 Takk Jón Bjarma, takk eitthvað Jón Bjarma og Kristján Taktu leggina líka þar Já, over í leggjum Over Er það ekki? Jú, maður sjá, hvað færðu þetta? 5-3-5-3 6-92 Þetta er skemmtilegt, ég var hlakka til að fylgjast með þessu Og eitt í viðbót Já, allt í góðu Ef við förum í afþreyinguna Það eru örfáir sem geta að hoppa á Það eru 15 í viðbót sem geta að hoppa á Þú fyrir hverjar að senastur Þetta er geggja valjú, bústaði stuðull Þetta er sko, við tókum segil í byrjun hann var 18, við bústuðum hann upp í 25 Epic gerði það, Aston Villa yfir 1,5 Tottenham skora marki í setnanleik og yfir 1,5 í fyrir áleik í Newcastle og svo ef við erum í brjáluðu stuði þá getið þið farið og veðja hver er næsti James Bond Hæ? Nei, hörðu Vittur og við Herðu, þetta er rosalegt maður Ég þekki nú engin lögum Nei, þannig er ég ekki að heima Þannig er hann svona gamlir Þannig er alltaf bestið ekki að fara á lægsta stuðu Hann er 5 Hann er satt 5 En hvenær er úrslitið þessu, vita menn það? Það er bara stutt í það Örgulega það tilkynna bara Nei, Ídris Elba, ég get ekki tekið hann heldur með Arsenal Ég er ekki grínast ykkur, ég hætti að horfa á alla þætti með honum eftir ég frétti það Þetta mikið að horfa á hann? Já, hann var með þættina Lúsir Drífið ykkur á þetta, klárið inn á Já, þetta er ekki ekki Klárum þetta Strákar, ef þið þyrftuð að setja bara östuð við vorum aðeins konum fram í tíma, getum við sett eitt ef þyrftu að vera með fyrst skólaskórar í einhverju leik í dag hvaða leiku verða? Þú ert með þetta heila Nei, ég hefur svolítið gaman að þessu með þetta heila ef þyrftuð að taka einn fyrst skólaskórar bara í öllum umfyrir bara, ekki í dag Voltemit Ég sagði að Newcastle kemst í 1-0 Ég ætla að gera svo frakkur að segja Erling Haaland Þeir jafna Fóten jafnar, ég sagði það Svo skora Erling Haaland 1 í seinna ári Já, það er að gera svo brattur Erling Haaland, alltaf með fyrsta marki öllu leik Þetta er geggja Strand Larsen segi ég, strákar Geggjaðu lög Geggjað Ég sé ykkur næsta, frábært, takk